velkomin í Biblían á mannamáli, hlaðvarp fyrir lífið. Við erum á ferðalagi Nýja testamentið aðalega, hún að fara yfir Markúsa Guðspjall og erum núna í Postulasögunni og þetta er dagur 34 og við erum komin í 9. kafla. Atburðir þessa kafla gerast á árunum 33 til 37 eftir Krist. Þetta er sem sagt bara frumdagar kirkjunar og við köllum það jafnvel stundum frumkirkjuna að segja að þetta er fyrsta kirkja Krists á jörð sem að birtist eftir hans dauða og upprisu í krafti heilags anda. En það er ekki allt tekið út með sældinni að vera fylgjandi Jesú á þessum tíma og jafnvel sums það er ekki í dag ennþá. Það er að tekið út með sældinni. Því að í Jerúsalem þá heldur Sál frá Tarsus áfram að elta uppi fylgjendur Jesú, leita þó uppi hvar sem þeir hafa farið. Hann hótar að láta taka hvern einasta lærisvein Krists af lífi og fær til þess heimild frá æðstu prestunum. Hann má jafnvel fara alla leið til Damaskus í Sýrlandi og taka þá höndum, leiða þá til Jerúsalem, leiða þá í gildur helst, fá þá einhvern veginn til að guðlasta því þá var svo auðvelt að túlka að þá var þeir rétt dræpir. Það var dauðadómur sem lá við guðlasti. Í kringum utanum gömlu borg Jerúsalem voru og eru núna ennþá háir og mikli veggir, múrar og á þeim eru hlið. Eitt hliðið í dag og var þá líka, heitir Damaskus hliðið. Ef þú fórst út það þá lendur inn á vegi sem að þú gast þrætti eftir og farið alla leið til Damaskus í Sýrlandi fyrir norðan. Og það er á þessum vegi sem að Sál og hans ferðafélagar hafa fetið sig eftir og það er ekki, þeir eru komnir vel áleiðis og þeir eru ekki langt fyrir utan Damaskus borg. Það er hádegi. Skyndilega birtist Drottinn Jesús Kristur Sál í geislandi ljósi af himni. Ljósið er svo sterkt að Sál og félagar hans falla allir til jarðar. Jesús talar við Sál á hebresku. Svolítið gaman að þessu hversu nákvæmt þetta er. Og heim kaffisúpa. Hann talar til hans á hebresku og segir: Sál, Sál, hvers vegna ofsækir þú mig? Sál spyr á móti, mér myndi gleyma því, Sál hafði enga trú og Jesús var hefði nokkuð með Guð að gera, hann var bara falspredikari og hann var alls ekki risinn frá dauðum og þetta var allt bara lygi og blettingar. En hann átti að segja að það er eitthvað í gangi með þetta ljós, þetta er eitthvað yfirnáttúrulegt, jafnvel eitthvað guðlegt, svo hann spyr á móti, hver ert þú, Drottinn? Jesús svarar, ég er Jesús sem þú ofsækir. Statt nú upp, gakktu inn í borgina og þér verður sagt hvað þú átt að gera. Í kafla 26 í Postulasögunni, versum 12 til 18, þá vitnar Sál til þessara hluta, þessa viðburðar og hann segir: þá ég var á leið til Damaskus, slíkra erinda með vald og umboð frá æðstu prestunum, sá ég, konungur, á veginu með miðjan dag, ljós af himni, sólu bjartara, leiftara mig og þá sem mér voru samferða. Við féllum allir til jarðar og ég heyrði rödd sagði við mig á hebresku: Sál, Sál, hví ofsækir þú mig? Erfitt verður þér að spyrna móti broddunum. En ég sagði: hver ert þú, Herra? Og Drottinn sagði: ég er Jesús sem þú ofsækir. Rís nú upp og statt á fætur. Ég birtist þér til þess að þú þjónir mér og segir frá því að þú hefur séð mig bæði núna og síðar meir ég mun birtast þér. Ég mun senda þig til gyðinga og heiðingja og vernda þig fyrir þeim. Þú átt að opna augu þeirra og snúa þeim frá myrkri til ljós, frá valdi Satans til Guðs, til þess að þeir trúi á mig og öðlist fyrirgefningu syndanna og arf með þeim sem helgaðir eru. Þarna kemur köllunum fram ástæði þess að Guð mætti honum. Það var ekki bara til að stoppa frá því að handtaka hina kristnu heldur
Hann hafði köllun á líf hans. Hann var ekki bara að stoppa ofsóknirnar, hann var að virkja hann til starfa. Og þá aftur að hádegi á veginum fyrir utan Damaskus. Skelfing og losnir, þá sjá allir ferðafélagar Sáls ljósið, þeir heyra röddina, þeir skilja ekki orðin og þeir sjá enga persónu. Og þegar Sál stendur á fætur, þá uppgötvar hann að hann blindur. Þess vegna leiða félagar hans hann við hönd inn í Damaskus. Þetta örlagastund, þetta stór stund, þetta mikilvæg stund. Ekki bara fyrir Sál, ekki bara fyrir hennar kristnu, heldur fyrir allt mannkynið. Það er stór hlutur það bil að gerast. Því að Sál bætist nú í þann stóra hóp, takt eftir, ekki einhvern lítinn, ekki einhvern einn eða tvo sem datt í huga skáld upp einhverja sögu. Hann bætist í stóran hóp fólks sem hafði verið þess heiðurs aðnjótandi að sjá og mæta hinum uppreisna Jesú Kristi. Síðar í fyrra Korinthubréfinu, þegar hann skrifa bréf til Korinthusafnaðarins, 15. kafla þar, fyrra Korinthubréfi, þá vísar hann til þessara reynslu sinnar eins og ótímabarar fæðingar. Hlustum á hvað hann segir og skulum reyna átt okkur á hvað hann að meina. Því það kenndi ég ykkur fyrst og fremst sem ég hef einnig meðtekið að Kristur dó vegna synda okkar samkvæmt ritningunum, að hann var grafinn, að hann reis upp á 3. degi samkvæmt ritningunum. Stöldurum aðeins við, hvað meinar hann? Kristur dó samkvæmt ritningunum fyrir syndir okkar og hann reis á 3. degi samkvæmt ritningunum. Ritningarnar hér ekki Nýja testamenti, það var ekki til neinn Nýja testamenti á þessum tíma. Hann að vísa til Gamla testamentisins, hebresku biblíunar, Tóra, spámannanna, allt sem við í dag köllum Gamla testamenti, sem hann segir greinir frá Jesú. Athyglisvert. Og svo heldur hann áfram, og að hann birtist Kefasi, Pétri, síðan þeim 12, postulunum, tvínast birtist hann meir en 500 bræðrum í einu, sem flestur á lífi allt til þessa en nokkur eru sofnaðir. Bræðrum og systrum, þarna voru bæði karlar og konur. Nokkur eru dánir, nokkur eru sofnaðir en flestir ennþá á lífi á þessum tíma sem hann er í gangi. Síðan birtist hann Jakobi og þvínast öllum postulunum aftur. Síðast allra birtist hann einnig mér, eins og ótímabæri fæðing og ótímaburði, eins og hann segir. Og hvað hann að meina? Með öðrum orðum, ég að segja ykkur frá þessu, ef því orða, ég að segja ykkur frá þessu, ég að segja ykkur frá þessu vegna þess, að ég skilið ekki, ég á þetta ekki skilið, þetta gerðist. Mér fannst þetta algjörlega ótímabært. Hver er ég að ég fá að sjá Jesú upprisinn? Og hann klárar þetta svona og segir, því að ég er sístur postularna, ég er ekki þess verður að kallast postuli, ég ofsótti söfnu Guðs. Sál skynjar, hann skynjar svo vel að þetta er bara fyrir náð. Hann á ekki skilið neitt af þessi góða sem Guð að gefa honum, að Guð hafi kallað hann, að Guð hafi sýnt sig honum, það ekki það sem að hún finnst hann eiga nokkur nátt skilið og þann segir þetta var ótímabær, þetta var eins og ótímabær fæðing. En þetta gerðist. Aftur að Damaskus í 9. kafla. Sál blindur í 3 daga. Á þeim tíma hvorki etur hann en drekkur. Það söfnuður fylgjandi Jesú í Damaskus, enda var ferðinni heitið þangað hjá Sál, og í hópnum maðurinn nafni Ananías, mjög trúfastur, þjónn Guðs, hann nýtur mikilvæg virðingar meðal fólksins, meðal hann trúuðu, og þarna kemur Jesús og birtist Ananíasi í sýn. Hann segir honum að fara út og fara í hús Júdasar við Beinugötu eða hið beina stræti eins og segir í biblíun okkar. Og þar mun hann finna Sál. Ananías hikar og lá honum hver sem vill. Hann þekkir, hann veit alveg hver Sál hversu grimmilega hann búinn að ofsækja lærisveinan og eina kristni út allt Ísrael. Hann hikar við. Ég veit ekki alveg hvað ég get hlýtt þessu, Jesús. En drottinn róar hann
fullvissar hann, tala til hans og segir: Far þú nú, því að ég hef valið þennan mann mér að verkfæri til þess að bera nafn mitt fram fyrir heiðingja, konunga og börn Ísraels, og ég mun sýna honum hversu mikið hann verður að þola vegna nafns míns. Öðrum orðum, köllun á hendur Sálu fyrir Sál var að fara út fyrir Ísrael, ekki bara, hann mun boða í Ísrael, jú, en hann mun fara út fyrir Ísrael til þeirra sem eru fyrir utan sáttmála Guðs við Ísrael og hafa enga vitneskju það sem að gerast og í gangi, hafa enga tengingu við Gamla testamentið á nokkurn máta. Og ég mun sýna hann hversu mikið hann verður að þola. Jú, hann verður að þola ýmislegt fyrst hann fyrir að vinna fyrir mig. Margir í dag, jafnvel og jarðríki í dag, hugsa ykkur hvað er sorglegt. Margir kristnir sem að boða Jesú Krist á jarðríki í dag eru ofsóttir. Þeir eru drepnir, teknir úr lífi, í Afríku alveg umvörpum. Þar er ráðist inn í kirkjurnar og þeim er slátrað. Börnum, konum, körlum, ungum og öldnum, fjöldi manns út allan heim eru enn að deyja fyrir Jesú vegna þess að trúa honum og fylgja honum. Sorglegt, en svo þetta er bara staðreynd, þetta er staðreynd. Þetta getið lesið bara ef þið leitið að því þessu þetta eru fréttir í ábyrgum miðlum allt internetið, en nógum það í bili. Jesús segir líka við Ananías að Sál sé að biðja og Ananías hlýðir. Hann finnur Sál í húsinu, leggur hendur yfir hann og staðfestir þessa þjónustu og köllun meðal heiðingjana. Leið og Ananías leggur yfir hann hendur þá hverfur blindan, sjón Sáls kemur aftur og hann fyllist heilugum anda. Munið það sem gerist á hvítasunnudeginum fyrst eða heilugum anda úttelt krafti Guðs til að vinna og starfa í Guðs ríkinu og til að elska eins og Guð. Kærleika Guðs er úttelt í hjörtu þeirra fyrir heilagan anda. Ananías stýrir síðan Sál og Sál tekur til við að borða og drekka og styrkist. Hann dvelur stuttan tíma hjá söfnunum í Damaskus og nánast strax þá fer hann að predika í samkunduhúsunum að Jesús sé hinn fyrirheitni Kristur. Allir undrast. Þeir vita að bara rétt fyrir stuttu áður hann verið helsti ofsækjandi fylgjanda Jesú, en eftir því sem hann boðar orðið verður hann sífellt áhrifameiri. Páll, eins og hann hét síðan meir, var gríðarlega sterkur predikari. Og hlustið hvað er næsta setning. Hann nefnilega sýnir af sér mikla kunnáttu út frá ritningunum og hann sýnir fram á að Jesús sé Messías. Munið hann sagði það samkvæmt ritningunum. Og þarna slæst hann í hóp með Pétri, með postulunum öðrum, með Stefáni, með Filippus, sem eru búin að vera að fjalla og heyra fram að þessu. Hann slæst í hóp þeirra, hvernig í óskopunum predikaði Jesú? Hvernig segja frá hann? Þeir tengja hann við hebresku biblíuna, hebresku ritningarnar, Tóra og spámennina. Og þá ætla ég aðeins að staldra við hér vegna þess að það eru margir sem spyrja sig, hvað sinni óskopunum erum við kristi fólk að halda upp á Gamla testamentið? Það er bara grimmur, ljótur Guð. Við höfum bara að halda okkur við Nýja testamentið, nýja sáttmálan. Gamli sáttmálinn, hann bara deyðir og hann er ekki góður fyrir okkur. Nýji sáttmálinn, kærleiksríkan Jesú, þar eigum við að vera. Flest okkar, mörg okkar allavega tölum, kannski ekki af mikilli þekkingu, þegar við tölum svona. Páll, predikari, postuli, Sál, sem sagt, Pétur, allir postularnir, Stefán, frumkirkjan öll, hafði ekkert Nýja testamenti. En þeir gáttu að predika Jesú og kærleika hans eftir sem áður og fólk tók trúa hann og fann fyrir kærleikans og þeir notuðu bara Gamla testamentið. Þannig að ástæðan fyrir því að við ekki sjáum það er einfaldlega að við skiljum kannski ekki Gamla testamentið. Við skiljum ekki tenginguna, við skiljum ekki hvað Guð er að gera í gegnum þetta. En enn og aftur langar mig að minnast á bókina mína Betri heimur, þar sem ég rek mig bara í gegnum söguna. Ég reyna að sýna fram á af hverju og hvernig Gamla og Nýja testamenti tengjast og af hverju það er svo mikilvægt. Ef ykkur langar að
að nálgast hana þá hún til bæði á haldurlár.is og eins í bókabúðum ef við hafið áhuga að skoða það til að fræða ykkur aðeins það. En sál að gera nákvæmlega sama hlutin. Án ritningana, hebresku ritningana, án Gamla testamentisins allt tal Jesú bara í tóminu, í loftinu einu, hefur enga stoðir, hefur ekkert til að byggja á. Gamla testamentið allt segir frá Jesú, fjallar Jesú frá A til Ö. Þannig að sál tekur bara upp þráðin sem aðrir hafa byrjað. Hann predikar Jesú út frá hebresku ritningunum. Skömmu eftir að þetta gerist og hann fer af stað að tala, þá hverfur hann tíma og fer til Arabíu. Í Galatabréfinu síðar meir, sem eiginlega, ef ég man rétt, fyrsta bréfi sem að Páll skrifar, elsta bréfi sem sagt, í fyrsta kaflanum, þá segir hann: ekki fór ég heldur upp til Jerúsalem, til þeirra sem voru postular á undan mér, heldur fór ég jafnskjótt, sem sagt frá Damaskus, þar sem við vorum að lesa áðan, ég fór jafnskjótt til Arabíu og sneri svo aftur til Damaskus. Það var ekki fyrr en eftir 3 ár að ég fór upp til Jerúsalem til að ráðgast við Kefas Pétur og dvaldist ég honum hálfan mánuð. Ég sá engan af hinum postulunum nema Jakob, bróður drottins, bróður Jesú. Guð veit að ég lýg því ekki sem ég skrifa ykkur. Með öðrum orðum, hann að segja: ég fór til Arabíu, ég fór út í eyðimörkina til að leyfa Jesú að kenna mér. Í eyðimörk Arabíu undirbýr Guð sem sagt sál fyrir hennar sérstöku kollunas, líktu Elía áður, þá dvelur hann einn með Guði í auðninni. Og þar fær hann enn frekari opinberun frá Jesú Kristi hlutverk sitt og þjónustu. Hlutverk og þjónusta Páls, sál á þessum tíma, var gríðarlega öflug og skipti sköpum fyrir alla kristni allan heim. Þar lærir hann, hér í lykillinn, muniði, ég er búin að leggja á þetta áherslu svolítið, hann var alltaf að vísa í ritningarnar, samkvæmt ritningunum, þá var þetta svona, samkvæmt ritningunum. Þannig að hvað hann að læra? Hann var með ritningarnar með sér, hvað hann að læra? Hann að læra að lesa ritningarnar, Gamla testamentið, Tóra og spámennina í nýju ljósi, ekki út frá því ljósi sem þeir höfðu áður, heldur nýju ljósi Jesú Krists. Hann að læra að lesa Biblíuna, Gamla testamentið, út frá Jesú Kristi og kærleika hans. Það sem hann lærði. Og þetta ekkert smá. Þetta mjög mikilvægt nefnilega. Og mér langar að lesa aðeins vísa aftur til, ég hef gert það áður held ég, aðeins að finna þetta Það Jóhannes postuli í 1. Jóhannesarbréfi. Hann segir svona: þið elskuðu, hann ávarpa kirkjuna, það ekki nýtt boðorð sem rit ykkur, heldur gamalt boðorð sem þið hafið haft frá upphafi. Í gamla boðorð orðið sem þið heyrðuð, eigi að síður það nýtt boðorð sem ég rit ykkur, og sannindi þess birtast í honum, Jesú Kristi, og í ykkur, því að myrkrið að hverfa og í sanna ljós þegar farið að skína. Með öðrum orðum, í gamla orð, gamla boðorð, gömlu ritningarnar, fá núna ljós Krists, ljósi Kristi varpað á þær og allt í einu skilja menn ritningarnar, Gamla testamentið, á einhvern allt annar máta heldur þau höfðu gert áður. Þetta lykillinn. Og þetta gildir fyrir þig og fyrir mig. Það svo mikilvægt að sjá. Og nú ég bara að reyna að selja ykkur bókina mína, ég hef ekki vanur því. Keyptu Betri heimur og skoða þau. Hvernig lærum við að lesa þetta saman? Hvernig getum við lesið saman Gamla testamentið og Nýja testamentið í ljósi Krists, í ljósi, takt eftir, kærleikans. Í ljósi kærleikans. Það snýst allt það. Snýst allt það. Þá myndast heildin. Og það var það sem að postularnir lærðu, það var það sem djáknarnir lærðu, það var það sem að Sál lærði og það var það sem að kirkjan öll lærði.
Jæja, aftur til Damaskus. Hann sem sagt farin til Arabíu, búinn að vera þar og læra á Kristi, kemur tilbaka til Damaskus. Eftir heimkomur til Damaskus hélt Sál áfram að predika. Og nú erum við ennþá í 9. kaflanum. Þá ákveða gyðingarnir að drepa hann. Hann hafði sem sagt svikið þá, sleist í hóp með einu kristnu, hann sem átti að handtaka þá og drepa þá, svo þeir ákveða núna að drepa hann. Þar var landstjóri undir stjórn Areta konungs. Hann lætur gæta borgarhliðina. Þið sjáu þetta líka frá þessa frásögn í síðara Korintubréfi 11. kafla. Þeir láta loka borgarhliðunum í Damaskus þannig að Sál komist ekki undan. Lærisveinarnir hins vegar hjálpa honum að flýja. Nóttina var hann látið síga út glugga á borgarmórunum í körfu. Hann látið síga í körfu niður og hann sleppur frá Damaskus. Og þá fer hann til Jerúsalem að hitta Pétur. Og enn og aftur lágu þeim hver sem vill. Söfnurum var ekki alveg öruggur, hann voru hrædd við hann. Og þau efuðust pínlítið það að þetta væri einlægt hjá honum, að hann hefði raunverulega tekið trú á Jesú Krist. En Barnabas, þeir voru búin að heyra hann áður, hann trúir honum. Svo Barnabas tekur áhættuna og hann setur á fund. Muniði, þeir voru oft í felum, þeir þurftu að hreyfa sig og fara á milli húsa og annað slíkt, af því það var alltaf að reyna að elta upp og handtaka þá. Svo Barnabas kemur á fundi, leynilegum fundi milli Sáls, Péturs og Jakobs, hálfbróður Drottins, eða bróður Jesú, svo við segjum bara. Barnabas segir þeim tveimur frá umbreytingu Sáls og Pétur samfærist. Sál dvelur hjá Pétri í 15 daga og hittir þá líka Jakob, bróður Jesú. Og á þessum tíma segja þeir honum frá lífi og kenningum Jesú meðan hann var á jörð, því þeir náttúrulega voru með honum þegar hann starfaði á jörðinni. Og það mun síðar komið ljós að Páll vitnar í sum þessar orða í sínum bréfum þegar hann að skrifa til safnaðana. En á meðan það boðar hann Krist mjög djarflega í Jerúsalem. Hann gat ekki hægt. Og þá komum við aftur að hellenísku gyðingunum. Þeir reyna að rökræða við hann, þeir reyna að fá hann ofan og svo tala hann til og þeir eru yfir sér reiðir. Þeir reyna að drepa hann. Einn daginn þegar hann er biðast fyrir í musturinu, birtist Jesús honum og segir við honum að fara burt frá Jerúsalem því að þeir munu ekki taka hvað sem á móti vitnisburð hans. Og Drottinn segir honum einnig að hann verði sendur til heiðingjana, langt í burtu. Þess vegna fylgja bræðurnir honum í Jerúsalem til Sesari við Miðjarðarhafið og senda hann þaðan með skipi til Tarsus sem var hans heimaborg. Tarsus, það sem nú er Tyrkland, þess að koma að suðurströndum Tyrklands. Þegar hann er farinn og það er engin svona ákafin eins og hann til að eltast við hina kristnu handtaka þá og Páll á þessum tíma Sál er að ferðast Sýrland og Kilikíu og predika, þá kemst á friður eða meiri friður fyrir söfnuðin. Og þeir heyra fréttirnar, sá sem ofsótt okkur áður, boðar nú þá trú sem hann reyndi að eyða og söfnuður Guðs, þeir gleðjast. Þetta er stórkostleg umbreyting. Og við þessi trúskipti þá kemur eins og ég segi þetta tímabil friðar og andlegra uppbyggingar fyrir alla kristnu söfnin í Júdeu, Galileu og Samaríu. Þetta var tímabundin friður, best að taka það fram, en það var smá friður. Nokkur postular yfirgefa núna Jerúsalem og ferðast land til að styrkja söfniðina. Bræður Jesú, þar á meðal Júdas, fara einnig út í þjónustu þannig að það fjölgar þeim sem fara og predika og kenna og fræða. Á þessum árum, svona kannski 37-39, þá fer Pétur af stað Júdeu til þess að kenna og fræða og uppbyggja söfnina við burt úr Jerúsalem. Það er 16. mars eða svo, árið 37, þá deyr Tíberíus keisari og það er nýr keisari sem tekur við, Gaius Caligula. Hann átti að vera hinu kristnu skelfilegur. Það vitum við úr sögunni. En Pétur er á ferðalagi og hann þetta er í vesturhluta Júdeu og hann er að kenna, hann er að fræða.
Hann heimsækir söfnuð í Lítu. Það læknar hann lamaðan mann sem að hét Eneas. Hann hafði legið rúmfastur í 8 ár, rúma 8 ár, og við það að rísa á fætur og við þetta kraftaverk þá styrkist söfnuð. Allt svona svo hvetjandi. Þú sérði eitthvað svona kraftaverk gerast, það styrkir því í trúnni. Vá, við erum ekki bara eitthvað stær í einhverjum blekkingaleik. Þetta er alvöru. Þetta er alvöru kraftur. Og söfnuðurinn vex. Frá Lítu fer Pétur til Joppe sem svona 16 kílómetra norðvestur af Lítu, 50-55 kílómetra frá Jerúsalem. Og hvað gerist þar? Þar mjög virt kona, Tabitha eða Dorkas á grísku kölluð, og hún hafði tekið einhverja hitasótt, banvæna hitasótt, sem leiddi hana til dauða. Pétur reisir hana í nafni Jesú Krists frá dauðum, og margir snúa sér til Drottins vegna þessa, og það sama gerðist og í Joppe, í Lítu að söfnuðurinn í Joppe vex. Þetta er trúarstyrkjandi. 9. kaflinn endar svo á því að segi bara að Pétur dvaldi lengi í Joppe, og hann dvaldi hjá Símoni nokkurn sútara, og þetta í húsi sem var nálægt strönd Miðjarðarhafsins. Þessar frásögur eru frásögur frumkirkjunnar. Við erum bara að skoða hvað voru þau gangu í gegnum, hvað voru þau upplifa, hvað voru þau að reyna. Þau sáu kraft Guðs. Sá kraftur ennþá birtast og gerðir í dag, veistu það? Fólk enn að læknast. Ég hef séð fólk rísa upp, lamað fólk, sat í hjólastól, reis upp, hljóp út. Við höfum séð alls konar kraftaverk. Þetta er að gerast allan heim, enn í dag. Þetta var frumkirkjan. Frumkirkja var fyrir ofsóknum. Það enn að gerast í dag. Ég sagt áður, ég segi nú ekki að við hinn kristnu á Íslandi séum undir einum ofsóknum. Það að fólk getur talað illa okkur og álítið okkur ofsótt trúa fólk eða hvað nú vill kalla okkur, það er engar ofsóknir. það nú ekki að versta. En það eru ofsóknir í heiminum. Fólk er drepið, deytt, tekið af lífi, myrt vegna trúar sinnar á Jesú. Það eru ofsóknir. Þetta er að gerast enn. Það sem frumkirkjan gekk í gegnum fyrir líf og kraft heilags anda, og nota bene, heilugum andi ennþá úttelt í hjörtu fólks í dag allan heim. Þetta er að gerast. Það eru mjög öflugir, sterkir hlutir að gerast í heiminum, okkar jarðarkringlu í kirkju Krists. Þannig að þessi þættir sem við sjáum í frumkirkjunu eru enn í gangi og útbreiðslu Guðs ríkis á jörðinni í dag. Annar tími, annað fólk, aðra kringumstæður, annar hugsunarháttur hjá mörgum í heiminum og svo framvegis, en sömu hlutir. Guðs ríki er enn í uppbyggingu, Guðs ríki er enn að breiðast út, andstæðan er endi staðar, sem að náttúrulega ég mun kannski og við aldrei skilja hvernig ósköpurum getur nokkur hafnað þessum yndislega kærleika sem Guð hefur boðið í Jesú Kristi. Hvernig hægt að hafna honum algjörlega fyrir einu forsendu sem ég trúi þess ekki. Ég hef aldrei séð að Guð getur ekki verið til og nota til þess takmarkaðan vísindakollinn sinn. Hvernig það hægt? Því þegar menn fara að skoða af einlægni, og ég enda þetta síðast svona og ég ætla að gera það aftur. Þegar menn biðja, þá munu þeir gefi verða. Þegar þeir leita, þá munu þeir finna. Og þegar þeir knýja á, þá mun upp lokið fyrir þeim. Þetta er lífið í honum. Við skulum enda þetta með bæn. Við Faðir voru saman þeir sem að geta og vilja. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Ei leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið
mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.